Það var kátt á Hjalla í íþróttahúsi Grindavíkur föstudagskvöldið 3. október en þá fór fyrsti körfuboltaleikurinn í Íslandsmóti fram síðan 9. nóvember 2023, degi fyrir hamfarirnar sem leiddu til rýminga bæjarins. Það voru grannarnir úr Njarðvík sem voru andstæðingurinn. Öllu var til tjaldað. Hoppukastala fyrir börnin í eldri íþróttasalnum, grillaðar hamborgarar sem Grindvíkingar og gestir gætu sér á í gjánni og þegar leikurinn hófst var þéttsetinn bekkurinn. Þau Kristín Pálsdóttir og Páll Þorbjörnsson ásamt nokkrum börnum voru tekin tali fyrir leikinn og látum liggja á milli hluta hvernig hann fór enda algjört aukaatriði í stóra samhenginu. Hvernig er tilfinningin þér að sjá alla þessa Grindvíkinga samankomna? Hún bara hjartað slær hraðar, þetta er bara stórkostlegt. Bara sjá hérna að við vorum komin nokkuð, eins og ég segi, langt í leikinn, en við ætlum alltaf að fá stæði og það er svona lúxus að þurfa að leita stæði hérna fyrir framan. Já. Mér líður vel. Og sagan segir að allir hamborgarnir eru vist að vera uppseldir, þannig að... Ég náði hamborgara, en ég náði ekki ból, geitabólin. Það verður að panta fleiri svoleiðis. Já, geitarbólin, geitabólurinn. Já. En hvar eru þú og þín fjölskylda? Hvar eru þið? Við erum í Keflavík. Þið eru í Keflavík? Við erum í Keflavík, já. Þannig að Asparlautinni með partafjölskyldunni. Já. Dóttir og mákonu. En er ekki bara þitt Grindavík hjarta? Slær það ekki bara hraðar á svona stundu? Jú, bara mjög, og ég hugsa sko það búið svo margir góðir viðburðir hérna, fundir og maður gæti rauninni eða eitthvað með verið í gjánni eða liggum við allavega svona 2 í viku liggum við, fundur á morgun og jú, það er bara mjög gott að sjá þetta og þú sér ég er komin hingað, sko ég er ekki þekkt fyrir að vera mikið á körfubolta eða íþróttaviðburðum. Nei, þú er ekki verið mikið svona íþrótt. Nei, ég hef ekki að segja, ég mæti mætum eftir hálfleik, það passar, ég hef einbyttingu það, en nú bara sleppum maður þessu ekki og drekkur út í sig. Já. Og hvernig er þín tilfinning fyrir leiknum? Grannarnir komnir í heimsókn, Njarðvíkingar? Njarðvíkingar, nú nefnilega get ég sagt, sko, ég heima Keflavíkur megin, sko. Þannig að við bara vinnum Njarðvíkingarna, vinn okkar. Það er bara svo leys. Já, og ertu ekki ánægð með þetta að skuli verið að spila í Grindavík? Jú, ég er alveg þar. Það er ekki spurning. Frábært. Vera bara hérna og svo bara kemur í ljós hvað verður áfram. Akkurat. Áfram Grindavík. Áfram Grindavík, komið þess að! Það er bara röð hérna nánast út úr gjánni til þess að komast í... Það er greinlegt að fólk vill fara að koma heim. Þetta er fyrsti leikurinn okkar og í frábæri vetri sem við ættum að taka þá. Við erum mögulega að fylla þetta hús nokkru sinnum og ekki er það verra að fá nágrann okkar í fyrsta slag, grænir og gulir í kvöld og það er mikið Grindvíkingar sem eru búsettir þar, þannig að ég heldur svona það verður gaman að hitta Njarðvíkingana á morgun eftir sigur. Já, má ekki búast við því að hlýtur ekki húsið að verða bara alveg bara pakkað? Jú, ég bara hugsaði þetta áðan hvort ég bara kæmist yfir höfuðið inn, sko. Þannig að þetta verður bara, en þetta er svona þetta er hluta samfélaginu okkar að fá að hittast aftur, þannig að hvernig sem svo framtíðin hjá okkur ber undir að við náum að flytja aftur heim eða hverju koma heim eða hvernig það verður en bara áfram Grindavík Er þetta ekki mjög ánægjuleg stund hér í kvöld að allir þessi Grindvíkingar komnir saman í þessu svona sameiningartákni sem að körfuboltinn hefur verið? Jú, þetta var þetta stórt og öflugt samfélag sem var hérna búsett í Grindavík, tæp 4.000 manns og við þurfum þetta okkur ennþá að halda. Það er ekki allir lentir og sumir eru að stígu upp og svona. Við erum ennþá, við þurfum á hvort öðru að halda og fá stuðninginn og vita hvað þeir eru að gera. Það er svona, hefur slitnað upp á morgun. Já. Hvað er þú og þín fjölskylda? Við erum komið til Keflavíkur, enduðu þar og svona erum bara að koma okkur bara vel fyrir og svo þurfum við bara að sjá hvað náttúran gefur okkur næstu misseri eða ár. Hvað gerist? Já, þú ert náttúrulega með allt fasteignasölulega. Hvenær verður þú byrjaðar að selja fasteignir hérna í Grindavík alveg í massavís? Það er óljóst. Það er ég ætla að segja nokkuð svona kannski lágmark 1 ár í það að það verði einhver hreyfing en það er ríkisvaldið sem stjórnar þessu. Já. Það er fyrst að gefa út að skólahald og annað, fyrir hefst ekkert hérna í raun. Nei, en mögulega verða einhver aðalar sem vilja flytja þann undan og taka þátt í einhverju uppbyggingu og í framhald af því er skólamál og atvinnumál verður hressara og fyrirtækin munu kannski mögulega blómstra og þetta, þannig að
Það er auðvitað svolítið pattstaða núna hérna á markanum, en við þurfum auðvitað að bara, já, við taka þetta æðruleysi, þannig að þetta samfélag mun byggjast upp, en það er bara... Það er spurningum tímaramann. Já, og það mun koma ný kynslóð, gamla kynslóð verður örugglega svolítið aðeins eftir, en það mun alveg koma ný kynslóð, en þessi hittingur er auðvitað svolítið með það að við náum kannski að koma aftur heim. Og er þetta ekki bara, eins og ég segi, gleðistund hér í dag og kvöld? Já, það er ennþá meiri gleði og eftir þegar við erum búin að vinna Njárvíkingarnar. Já, það er bara þannig. Hvernig líður ykkur með að vera komin hingað inn í Grindavík núna? Nú fyrsti leikurinn í tæp 2 ár. Hvernig líður ykkur með þetta? Það er svolítið skrítið að vera komin aftur, en það er alveg skemmtilegt að vera komin og hitta vini sína og svona. Og hvað haldið það séu mörg börn frá Grindavík hérna í dag? Svona 300 eða eitthvað, sko, bara mjög margir. Bara mjög margir? Já. Og hvar eigið þið heima í dag? Ég á heima Háseilu 26 í Ytri Njarðvík. Ytri Njarðvík, já. Ég bý á Álftanesi, Víðiholti 19. Út á Álftanesi? Já. Ok. Og þið náttúrulega áttuð heim í Grindavík fyrir rýminguna. Hvernig hefur ykkur svona tekist að aðlagast á nýjum slóðum? Líður ykkur vel þar sem heima núna? Já, en ég er sko ennþá smá að venjast í að vera ekki heima með vinkonum mínum sem ég átti í Grindavík. Heima inn í Grindavík. Þannig ef að þið myndu fá að ráða, flyttið bara til Grindavíkur bara leiðu þau getið eða eitthvað? Nei, ég myndi ekki. Ég myndi. Þú myndi vilja það? Mér líður ekki vel ef ég flyt hérna aftur og kemur aftur. Þú ert hræddu eldgosinn. Og ertu bara ánað út á Álftanesi? Já, marga góða vinir þar og... Já. Og ertu að æfa íþróttir þar? Já, ég æfi fótbolta og körfubolta. Fótbolta og körfubolta. En þú ætlar nú að halda með Grindavík í kvöld eða ekki? Jú, systir mín, hún er í Grindavík Njarðvík í fótboltanum. Já. Já, ég mun halda með Grindavík bara allt mitt líf. Já. En þú, ert þú að æfa körfu í Njarðvík? Ég æfi körfu með Njarðvík. Já. Og ég bý núna í Njarðvík, þannig að ég held meira með Grindavík heldur en Njarðvík. Þóttu er heim í Njarðvík núna? Já, ég trúi eiginlega ekki að ég sé hálfur Njarðvíkingur, sko. Já. Og hvernig haldið þessi leikur farið núna eftir? Ég held að muni að vinna. Ég veit ekki hvað staðan mun vera, en ég held samt að muni að vinna. Ég held að vera 10 stiga munur og Grindavík mun vinna þetta. 10 stiga munur. Og hvaða lið verður Íslandsmeistari í vetur? Grindavík. Hvernig líður ykkur með að vera komnar aftur í Grindavík? Bara vel. Hvar átt þú heima? Hafnarfirði. Hafnarfirði? Já. Og áttu náttúrulega heima hérna í Grindavík fyrir rýmingu? Já. Og hvernig bara líður inn í Hafnarfirði? Ef þú fengir að ráða, myndir þú vilja flytja til Grindavíkur aftur? Já. Eða? En þú? Við bara líðum vel. Hvar búið þú og þín fjölskylda? Álftanesi. Álftanesi. Og ef að þú fengir að ráða, myndirðu vilja flytja aftur til Grindavíkur eða hvernig er það? Já. Er það að æfa íþróttir? Ég er að æfa körfubolta. Körfubolta og með Álftanesi? Nei, ég er enda með Stjörnunni. Með Stjörnunni. En þú, hvar átt þú heima? Hafnarfirði. Hafnarfirði. Og eitthvað segir mér að ef að þú fengir að ráða, þá myndir þú vilja flytja strax í Grindavík eða eitthvað? Já. Hvað er það við Grindavík sem þið saknið? Bara svona skólinn og íþróttirnar. Líka svona lítill bær, maður getur labbað allt, bara hjólað allt eða eitthvað. Þannig að það er bara þægilegt að ferðast á milli staða. Já. Ok, og þeir eru alla mjög ánægðir með að það hefur verið að spila heimaleik hérna í Grindavík, fyrsta skipti í tæp 2 ár. Og hvernig haldið að leikurinn muni fara á eftir? Við rústum þessi. Ég held að við vinnum. Vinnum. Segið það einu svona hátt og skipt áfram Grindavík. 1, 2 og... Áfram Grindavík!